Rúnar, ja, flottur sigur hjá þínum stelpum í kvöld. Ekki gallalaus samt. Nei, langt í frá. Það er fullt af hlutum sem við getum alveg gert betur. Við erum svona einmitt líka að nýta þessa leiki ennþá til þess að verða betri í körfubolta. Þannig að við erum að pröfa mismunandi varnarafbrigði. Þannig að það er oft kannski svona aðeins svona inn og út hjá okkur. En heilt yfir getum við líka bara skotið boltanum töluvert betur og sérstaklega fyrir utan þriggjastellínuna. Nú ja, það stefnir í Grindavíkursigur og þá séri á móti Grindavík í finals. Hvernig leggst það í þig? Bara mjög vel sko. Eins og ég segi, við erum búin að vera að undirbúa okkur fyrir þessi lokaúrslit núna bara í heilt ár og eins og ég segi, þetta leikirnir sem við þurfum að vera tilbúnar fyrir. Það skiptir engu máli, ég sé með einhverja 18 eða 19 leiki röð núna. En núna kemur stóra testið og núna þurfum við að vera ready og ég tel okkur vera búin að undirbúa okkur ansi vel og nú bara að láta verkin tala á gólfinu í lokaúrslitum. Núna þegar búið að rýmka svona þessar COVID-reglur, hver eru skilaboð þín til stuðningsmanna Njarðvíkur fyrir lokarimmu þar sem að þið heimaðallari? Ég sem gefa þér fyrirsögn, ég vil fylla Ljónagröfu. Það er ekkert öðruvísi. Við erum í lokaúrslitum, það er komið sumar og þetta er skemmtilegasti tími ársins. Það er ekki neinn annar körfubolti í gangi í meistaraflokki í Njarðvík. Og ég hef verið á kvennaleik 2012 og önnur ár þar sem var ansi vel mætt í stúkuna. Og þessar stelpur eru búin að leggja á sig ótrúlega vinnu í allan vetur og núna er bara stóra testið og við eigum heimavöll og það er bara hrikalega mikilvægt að fá bara fullt af fólki til þess að efla stemminguna og hvetja okkur áfram í baráttunni. Takk fyrir þetta Rúnar og gangi ykkur vel. Takk.